Já, velkomin í Sannar sögur við Rauðaborðið. Við byrjum á þessum þætti hérna í síðustu viku og ætlum að nota þetta svæði til þess að segja sögur mest úr Íslandssögunni, eitthvað sem er endurmat sögunar, kannski eitthvað sem er saga sem er sjaldan sögð af auka persónum í höfðingjasögunni sem alþýðu fólki sem ekki fær að vera með. Og í kvöld erum við með að koma 3 gestir til mín. Ég ætla að byrja á því að tala við hann Hrafnkel Lárusson. Hann skrifaði doktorsritgerð fyrir 2 árum svona félagsuppbyggingu á Íslandi eftir 1874. Þá fengu við landsmenn stjórnarskrá sem meðal annars var kveðið á félagafrelsi. En það var ekki bara út af því en í kjölfarið og svona með vaxandi þunga fram að aldamótum þá byggðust hér upp félög, fyrst bindindisfélögin og svo kvenfélög og svo stéttafélög og lestrafélög voru kannski til áður og búnaðarfélögin, en það var mikil mótun í samfélaginu sem er kannski það sem að móta nútíman okkar mest, miklu kannski frekar en tæknibreytingar eða það sem að henni svokölluðu frumkvölar og athafnaskáldur að gera sem að verið að halda að okkur núna að séu mótandi afl í sögunni. Hrafnkell ætlar að gefa ritgerðina sína út í haust undir nafninu Lýðræði í mótun, það sögufélagi sem gefur það út, og hvet ykkur til þess að hlusta á viðtali við hann Hrafnkell. Síðan förum við á alltara deild sögunar með Árna Guðmundssoni bassaleikara. Hann ætlar að segja okkur frá Saltvík 71 sem var svona eins konar íslenskt Woodstock. Það var margt líkt með því, en það voru rocktónleikar en það var líka mikil rigning og mikil drykkja. Ég held að Árni sé á því að Saltvík hafi verið mikilvægur þáttur í svona ungmenna uppristinni á þessum árum, þar sem að ungmenni stigu upp gegn svona þröngum mælikvörðum þess samfélag sem það ólust upp í. Í lokin ætla ég að tala við hann Jón Ólaf Ísberg sem skrifaði grein í Heimildina og 17. júní, þar sem hann var eiginlega að tala svona gegn þjóðveldinu eða þessu hugtaki, hvernig menn nota það. Hann á því að þjóðveldistímanum að þetta hugtaki eigi illa við það og þetta sé fyrst og fremst notað í okkar samtíma til þess að tróða inn einhverjum þjóðveldishugmyndum sem oftar en ekki eru hugmyndur það að við séum saman hérna á Íslandi, öll saman gegn erlendum andstæðing en ekki að hér séu fólk með ólíka hagsmuni í ólíkum stéttum. Þetta það sem á dagskrá í kvöld og eftir augnablik að þá kemur viðtalið við hann Hrafnkell. Við ætlum að byrja á að skoða söguna sem má eiginlega segja að einhver leiti sé svona upphaf nútímans. Okkur hætti kannski til þess á síðar árum að horfa á upphaf nútímans sem ákveðna tæknibreytingar sem koma í gegn eða svona efnahagsleg atriði sem að ýta undir uppbyggingu samfélagsins, en það er náttúrulega kannski það sem helst mótar okkar tíma er svona, svona félagsuppbygging samfélagsins, hvernig að lýðræðið skýtur rótum, hvernig fólk berst fyrir hagsmunum sínum í ólíkum félögum og öðru slíku sem er kannski það sem að ræður mestu samfélagi í dag. Hrafnkell Lárusson, þú hefur nú verið að skoða, skrifaði doktorsritgerð svona félagsuppbyggingu frá 1874, þegar stjórnarskráin kemur hérna. Það er líka svona oft vísa til þess ártals þar sem að þetta kveikti svolítið svona eld í hugum manna og brjóstum manna við það. Ýmsar fer svona margt kannski saman til þess. Og á áratunum þarna eftir að þá eru starfandi hér félög sem ekki voru til áður og sem að má eiginlega segja að móti svolítið nútíman okkar. Já, það þetta ártal, ég skrifaði doktorsritgerð sem hefur þennan tímarama frá 1874 til 1915 og miðast svona í stuttu máli við tilkomu stjórnarskrárinnar 1874 og síðan við útfærslu kosningaréttarins og tilkomu kosningaréttar kvenna 1915.
Ég hefði gjarnan viljað teygja hana lengra en maður verður að afmarka sig svo maður einhvern tímann ljúki svona verki. En það er skemmtilegt að þú nefndir sko það þegar að á þessu fyrra ári 1874 þá voru haldin víða land mikil hátíðahöldum sem að voru tilefni að 1000 ára afmæli Íslandsbyggðar. Og heimildir frá þessum tíma einmitt margar benda skýrti þess að þetta hafi haft mjög mikil hugarfarsleg áhrif. Fólki hafi dálítið liðið eins og það að nýjir tímar væru að hefjast og það var í rauninni rétt en kannski gerðist samt ekki eins fljótt og fólk hafi vænst því að á árunum og eftir, strax árið eftir kom stórt áfall sem var Öskjugosið 1875 og síðan fóru vesturferðir í fullan gang í kjölfarið. Sem var ákveðið svona frelsis atriði að þú gast vinnufólk gætt flúið og bara stór hluti þeirra sem að fóru á þessum tíma var fólk sem í rauninni átti að vera undir vistarskyldu sem að var ekki aflögð eða var ekki létt að verulegu leiti fyrir 1893. Kannski sem afleiðing af vesturförunum að við getum náttúrulega ekki ráðið í það hvað hefði gerst ef að þau hefði ekki verið. En það var svona lúmskótun vinnufólksins að það geti bara farið. Já, það náttúrulega má segja það margt í þeirra hópi hafi kosið með fótónum með þessum hætti og farið. En ég var náttúrulega reyndar ekki að rannsaka það þannig séð en þessi doktorsritgerð mín sem ég varði núna fyrir rúmum 2 árum síðan hún heiti Lýðræði í mótun og fjallar í rauninni sko tilkomu félaga og félagshreyfinga eftir 1874 og til 1915 og það voru auðvitað til félög hér á landi fyrir 1874. Það virðist vera að sko yfirvöld, Ísland náttúrulega var hluti af danska ríkinu á þessum tíma, að yfirvöld væru ekkert að skipta sér af því þó að væru stofnuð hér ýmis konar félög lengi vel en þau voru nú yfirleitt svona fram að þessum tíma voru það kannski fyrst og fremst framámenn í samfélaginu sem að voru að bæði í samfélaginu í heild og í nærsamfélagum sem voru að stofna þau. Breytingin sem verður á þessu tímabili og kannski sérstaklega þegar að draga nær aldamótum svo að þessum félögum sem eru starfandi í landinu þau fjölgar mjög mikið þáttaka í þeim fer að verða mun almennari og áhrifamáttur þeirra fer að vaxa líka. Og áður kannski voru sko þetta mikið til eins og búnaðarfélög og slíkt sem að voru kannski fyrst og fremst bændur í einstaka það voru forverar fyrstu lestrafélögin voru embættismannafélögin, það voru þetta komin almenningsfélög þarna á þessum tíma og reyndar fyrr. Og lestrarfélög voru til þess að dreifa lesefni eða voru það til þess að kenna lestur? Eða? Nei, þau voru fyrst og fremst til að dreifa lesefni sko. Og þar náttúrulega verður að hafa í hyggju hafa í huga að þeir sem að voru í félögunum þó svo kannski fólk sem að bjó á hverju heimili nyti góðs af að það voru eingöngu félagsmennirnir sem oftar en ekki voru húsbændurnir sem að réðu því hvað var keypt og þar alveg hvað var lesið. En það margt í rauninni, sko, það kannski engin ein skýring á því af hverju fer svona mikil hreyfing á félagastarf hér á landi á þessum tíma. Það held ég margt sem að hjálpast þar að. Erlend áhrif að nokkru leyti, sumar af þessum félögum sem síðan urðu að hreyfingum, eins og bindindishreyfingin skýrasta dæmið var náttúrulega bara beinlínis innflutt. Aukin tengsl við útlönd bæði með vaxandi ferðum Íslendinga á þessum tíma og náttúrulega líka því sem við myndumst á hér áðan, vesturferðunum, sköpuðu tengingar og það miðlaði auðvitað hugmyndum, bæði praktískum og eins annars konar hugmyndum. Og síðan náttúrulega líka annað sem að tveir aðrir þættir sem eru stórir í þessu, það vaxandi fjölmiðlun, það meiri framboð og lesefni og það aukning og meiri aukning í almenningsfræðslu og í rauninni menntun almennings sem var margs konar og þá ég að tala um menntun í víðu samhengi, ekki endilega skólagöngu því að á þessum tíma og langt fram á 20. öld var
látið mjög mikið með sjálfsmenntun og til dæmis ungmennafélagshreyfingin sem er náttúrulega 20. aldarhreyfing ýtti mjög undir það. Þannig að til þess að endurreisa, ef þetta er þjóðernislegt, til þess að endurreisa þjóðina, þá þarf ég sem einstaklingur að endurreisa sjálfa mig. Það er líka svolítið í anda bindindishreyfingarinnar sem er að ég ætla að verða hægt að drekka fyrir sjálfa mig, fjölskyldu mína og þjóðina. Það var stemmingið þar. Þannig það er svona sjálfsmótunar andi yfir þessu tíðafærið þarna. Já. Bindindishreyfingin er í rauninni ákveðin lykilhreyfing í þessu. Hún kemur, er að koma til landsins hér á 9. áratugnum. Það er náttúrulega stofna ekki mikið af félugum fullir, sko. Nei. Það er grundvallaratriði að renni að mannu fyrst. Já, menn kannski það er ekki bara við hér heldur annars. Já, menn kannski stofnaðu, en það er spurningin kannski haldið þeim ekki úti lengi mjög ölvaðir. En þegar góðtemplarareglan kemur á 9. áratug 19. aldarinnar og fyrstu stúkurnar fara af stað, að þá, eins og ég sagði það náttúrulega innflutt hreyfing með í rauninni hefðir og reglur og bindindishreyfingin þá og síðan tók ungmennafélagshreyfingin má segja við því kefli á 20. öldinni voru svona það sem að hægt er að kalla svona félagsmálaskóli alþýðu. Því að báðar þessar hreyfingar og svo sem ýmsa fleiri hreyfingar reyndu mjög mikið að ná til fjöldans og þarna kynntist fólk bæði bara svona fundarreglum og auk þess sem var mjög ýtt undir það að fólk tjáði sig, bæði skrifað og talað og það er auðvitað náttúrulega þjálfun í því er lykill að opinberri þáttöku sem að kannski áður fyrir hafði fyrst og fremst verið bundin við þá hærrasettu sem að höfðu kannski haft tækifæri til að ganga menntavegin og fá þessa þjálfun. En þarna innan félagana gat fólk náð í slíka þjálfun að móta hugsanir sínar í orð og talamál og ritað án þess kannski í rauninni nokkuð tíman að sækja formlega skóla. Og bindindishreyfingin hafði heilmikil áhrif á önnur félög og til dæmis hefur ofta talað tekið dæmi hér að leikfélagi Reykjavíkur sem að bindindismenn, allir þeir sem stofnuðu það voru bindindismenn. Annað sem að bindindishreyfingin gerði líka var það að innvinkla fólk bæði kalla og konur sem að þýddi það að þegar að kvennarhreyfingin svo nær sér á strik að þá eru margar konur sem að starfa innan hennar búnar að fá, má segja, ákveðna þjálfun í félagsmálum innan bindindishreyfingarinnar. Þó svo að kallar hafi reynda verið mjög fyrirferða miklir í það að stýra henni alla tíð. En að því ég nefni þessar tvær hreyfingar að sko minn útgangspunktur í verkefni var í rauninni að spá í því sko hvaða áhrif á samfélagsþróun og stjórnmál þessi félaga bylgja hafði og skýrustu dæmin þau áhrif sem hún hafði. Margt er auðvitað svona kannski órætt og erfitt að festa fingur á. En aðfylgningsbanni sem var sett 1908 hefði aldrei orðið nema fyrir bindindishreyfinguna sem barðist auðvitað mjög, sem var kannski hennar stóri sigur og eiginlega ósigur líka því að það fjaraði undan henni í kjölfarið. Það er erfitt ef þú eitt markmið og nærði þá er hvað alltaf að gera. Og að sama skapi má segja að þá ekki bara við hérna á Íslandi, þetta er vandamál bindindishreyfingur út valdan heim. Að sama skapi má segja að kosningaréttur kvenna hefði örugglega dregist mun lengur ef ekki hefði verið hér öflug kvennarhreyfing sem að barðist fyrir honum. Víða heim að þá er þetta eiginlega svona systurbarátta og ég held að Ísland sé eiginlega bara eina landið þar sem að var samþykkt bann áður konur fengu kosningarétt af því að bindindishreyfingin vildi efla konur og sækjast eftir kosningarétti vegna þess að það var talin vera lykillinn að fá bannið samþykkt af því að konurnar vildu náttúrulega miklu frekar setja áfengisbann heldur karlar. En þetta voru víðast eiginlega systurbarátta. En hér þá kemur áfengisbannið eiginlega löngu áður en kosningaréttur kvenna.
Já, og ekki síst fyrir einmitt tilverknað kvenna og einmitt eitt lítið dæmi sem ég þekki úr get sagt sögu því sem austan af fjörðum, að þar komst ég í bréf sem að hafði verið sendt á félög þar á svæðinu, starfandi bæði góðtemplara félög og svo voru önnur bindindisfélög sem voru ekki, þetta voru ekki bara góðtemplara, það voru líka til bindindisfélög sem ekki til eru góðtemplarareglunni. Að það var kona sem var fórustukona í bindindismálum fyrir austan og var síðan, hún hét Sigríður Þorsteinsdóttir og stofnaði síðan með dóttur sinni Ingibjörgu Skjaldóttur blaðið Framsókn sem var stofnað 1895 og það og Kvennablað Bríetar eru fyrstu í rauninni blöð sem að konur standa að útgáfu eða sem að tala máli kvenréttinda. En Sigríður skrifar, það vantar, ég fann þetta eins og segja uppkasta bréfi í hennar skjalasafni sem óársett en sendt félögum, bindindisfélögum á Austurlandi, það sem að beinlínis talað fyrir því að það verði ekki aðrir studdir í alþingiskosningum en frambjóðendur sem að séu annarkvort yfirlýstir bindindismenn eða minnstakosti jákvæðir gagnvart bindindi. Og þetta náttúrulega kannski, þarna sérðu ákaflega skýrt dæmi það að frjálsfélög að beita sér pólitískt og það sem kannski áhugavert í þessu líka, að þarna fólk sem hafði ekki fullan þeggrétt, konur náttúrulega hafði ekki kosningarétt til Alþingis á þessum tíma, sem eru að reyna að hafa bein áhrif á kosningar. Það líka eitt sem að... Með aðferður sem ennþá notað í dag, þetta svo aðferð sem að Tebos-hreyfingin í Bandaríkjunum notaði alltaf. Já. Að við gátu fengið þá öfgafyllstu frambjóðunir með svona þrýstingi. Já. En það sem líka svo áhugavert við þetta og við þá miklu þáttöku sem var í félagshreyfingum á þessum tíma, það að megin hluti þess fólks sem var að bera þetta starf uppi og upp úr aldamótunum 1900 var fólk sem hafði ekki fullan þeggrétt, sem hafði ekki kosningarétt á kjörgengi. Allar konurnar og kallar undir 25 ára og jafnvel eldri, því að það voru ekki allir kallmenn með kosningarétt heldur. Og þetta fólk var í rauninni farið að gera sig mjög gildandi og jafnvel vera leiðandi í félögum í rauninni upp úr aldamótunum 1900 þetta fólk sem ekki með fullan þeggrétt í rauninni orðið mjög áberandi í forustu félaga. Já. Og ef við reynum að vísa aftur til nútímans þá getum við kannski séð þetta gerast í baráttu Eflingar í dag, sem eru innflytjendur sem ekki á kosningarétt, meir en helmingurinn af félagunum sem eru að reka kannski svona róttækustu verkefnisbaráttunum í dag. Þannig að það hægt að hafa áhrif á lýðræðinu þótt þú hafir ekki kosningarétti. Já. Okay. Þess vegna einmitt svo erfitt að fara að skipta fólki út frá réttindum upp í virka og óvirka. Vegna þess að þú getur haft öll réttindin sem í boði eru, en í rauninni verið afskaplega lítið að skipta þér af því hvað að gerast. En að samaskapi getur þig skort réttindin, en þú getur samt haft heilmikil áhrif. Og það kannski með þessu dæmi sem þú ert að nefna, til enn í dag og var svo sannarlega til á þeim tíma sem ég var að rannsaka. Já, og getur verið þá meiri virkni í félögum, þar sem að ef þau eru raunverulega eina leið þín að lýðræðinu, það getur verið blekkjandi þetta með þennan bölvaða kosningaréttin að þú haldir og hafi ykkur áhrif með að kjósa 4 ára fresti, þar sem að fólk hefur kannski í gegnum tíðina haft miklu meiri áhrif í starfi sínu í verkefnishreyfingunni eða samvinnurhreyfingunni, ungmennafélagunum, kvennarhreyfingunni, bindindisfélagunum. Já. En á þessu tíma að þú nefnir þessar 2 hreyfingar sem eru með sýnilegan árangur, en á þessu tíma þá er uppbygging samvinnurhreyfingarinnar, kaupfélagana, margt fleira í gangi sem kannski erfiðar en kaupfélagin urðu náttúrulega samvinnu hreyfingunni sem var langöflugasta aflið í atvinnuuppbyggingu á Íslandi. Já. Í mínu verkefni þá reyndar féllu kaupfélagin aðeins utan við af því að ég
ég lét kaupfélög og hlutafélög og slík félög sem kannski fyrst og fremst sko höfðu svona efnahagslega hagsmuni í forgrunni. Ég lét þau í rauninni sko sitja utan við og það bara hluti af ekki það skilja ég telji þau neitt áhrifa minni fjarri því, en þetta bara hluti af minni afmörkun. En sko þau náttúrulega eru, og ekki bara efnahagslega heldur menningarlega, og þegar samvinnuhreyfingin náttúrulega líka mjög stórt menningarlegt fyrirbæri. En það kannski líka með hana að því að hún stofnuð, ef ég man rétt, skömmu upp úr aldamótunum 1900. Þannig að hún kannski verður svolítið eins og ungmennafélags- og verkalýðshreyfingin, að hún kannski að blómstra í rauninni eftir það tímabil sem að ég að tala um. Já, eins og með verkalýðshreyfinguna sem að þetta eru varðlaf sko frumbýlisárin sem að nást þarna fyrir 1915. Alþýðusambandið stofnað 1916. Já. Og það ekki fyrir en á 4. áratugnum sem að vinnst samnings- og verkalýðsréttur. Það er náttúrulega líka annað sem að þegar hún nefnir sko stofnun Alþýðusambandsins að það er náttúrulega annað sem var líka til þess að ég dró línuna þarna við 1915 það að 1916 líka, má segja, svona fæðingar ár íslenskra stéttastjórnmála með stofnun Alþýðuflokks og Framsóknarflokks. Fram að þeim tíma sko pólitíska landslagið við þá, náttúrulega það eru einmenningskjördæmi hér, og flokkarnir sem voru á þessum tíma voru framundir aldamót mjög óljóst hvort yfirleitt væru til staðar. Svo komu heimastjórnarmenn og valdtíðingar, en þeir flokkar eru fyrst og fremst þingmannabandalag. Þeir eru ekki í rauninni sko fjöldahreyfingar eins og nútíma stjórnmálaflokkar eru. Eða voru. Já, eða voru. Það gætir sagt að þetta væri tímabil sem liðið að stjórnmálaflokkarnir væru stjórnmálaarmur alþýðuhreyfinga. Það erfitt að segja það marga flokka í dag sem eru bara litlar valdaklíkur sem eru á styrkjum. En ef við lítum bara á sko á sko skipulag þeirra, að tökum það bara eitt og sér sko, að þá náttúrulega, þú getur faktiskt sé gengið í hvaða stjórnmálaflokk sem á Íslandi, hvort sem hefur einhver áhrif þar eða ekki, það svona mál. En þessir voru ekki þannig og það verða þarna einmitt, eins og segi, skil, má segja, nokkur félagsleg skil í stjórnmálunum einmitt þetta leyti. Annað sem ég langaði til að nefna sem að því að þú talaðir kaupfélögin, að það auðvitað mjög stór þáttur í allri þessari félagauppbyggingu, kannski ekki síst varðandi verkalýðsfélögin. Það eru breytingar í atvinnuháttum og búsetubreytingar sem að verða á seinni hluta 19. aldar og byrjun 20. aldar. Í rauninni þessi, má segja, kannski efnislega nútímavæðing sem að framfærir í iðnaði og útgerð og svo framvegis. Og það ásamt brottflutningi fólks til Vesturheims, að það styrkti stöðu hins vinnandi manns vegna þess að það var í rauninni eftirspurn eftir vinnuafli og ég held að ég muni það rétt að Sumarleið Ísleifsson, sem hefur nú rannsakað sögu verkalýðshreyfingarinnar sennilega meir en flestir aðrir núlifandi, að hann segir einmitt að það var engin tilviljun að verkalýðsfélög voru að byrja að myndast og skömmu fyrir aldamóti 1900, bara vegna þess að það voru efnahagslegar aðstæður sem að ýttu undir það. Að staða verkafólks þá bæði fór því náttúrulega fjölgandi vegna þéttbýlismyndunar og staða þess var mun sterkari af því að það var svo mikil eftirspurn eftir vinnuafli. Þú nefndir að þú hefur skoðað sérstaklega fjölmiðla sem að það er náttúrulega með þeim mögulega bókum og blöðum og bæklingum og öðru slíku að þá við gætum orðað svona breytið svona félagsrýmið. Það er þú hefur allt í einu sko tækifæri til þess að skiptast á skoðunum við fólk í öðrum dölum. Nú erum við náttúrulega að upplifa gríðarlega umbyltingu á svona félagsrýminu í tengslum við netið og orðið miklu flóknara hvernig það einhvern veginn í laginu. Er það þessi möguleiki til samskipta, er það ráðandi afl í að byggja fyrir? Mjög þýðingamikið.
Sko bæði á þessum tíma prentmiðlum að fjölga hér á landi og aðgengi kannski að þeim var lengi vel ekki almennt, maður sér ekki mikið af greinum eftir alþýðu fólk í prentmiðlunum fyrir aldamóti 1900. Hins vegar þá fylgdi þessari félagauppbyggingu fylgdi mörgum þessum félögum útgáfustarf. Það var verið að gefa út sko félagsblöð sem var svo sem kannski oft höfðu ekki oftast næ kannski höfðu ekki dreifingu út fyrir hópin en svo var líka verið að gefa út svokölluð sveitablöð sem voru þá oft stundum einstaklingar sem stóðu að en stundum stóðu félög að baki þeim og þessir miðlar, þeir bæði náttúrulega rétt eins og prentmiðlarnir voru að dreifa hugmyndum svo náttúrulega var þetta tímaritaútgáfa líka á þessum tíma sem að hafði áhrif en þessi miðlar voru að dreifa hugmyndum og félags- og sveitablöðin, þau höfðu mjög þýðingamikil áhrif í þessum efnum vegna þess að þau voru mun aðgengilegri fyrir almenning að taka þátt beinlínis og skrifa í, jafnvel bara stofna sinn eigin og það voru margir á þessum tíma sem héldu þessum blöðum úti sem voru mjög meðvitaður þetta og töluðu í rauninni þessa miðla sem svona ákveðin æfingavettvang fyrir nýliða til þess að tjá sig og setja hugsanir sínar í ritað form áður en þeir tæki svo skrefið inn á stóra völlin sem að var völlur prentuðu blaðana. Og prentuðu blöðin náttúrulega á þessum tíma líka voru kannski ekki mjög aðgengileg vegna þess að það var, ég held að Guðjón Friðriksson hafi talað þetta tímabil sem það hafi einkennst af blaðakóngum sem að yfirleitt sko bæði áttu blöðin sjálfir voru ritstjóra þeirra og oftar en ekki einu starfsmennir og yfirleitt mjög virkir í stjórnmálum og efni blaðana einkendist mjög mikið af því. Það líka Jón Ólafsson og Einar Benediktsson gaf nú út blað líka og þetta svona stórbokkar. Já, Jón Ólafsson, Þorsteinn Gíslason og fleiri menn á þessum tíma sem að voru í Björn Jónsson auðvitað Ísafold og fleiri. Hannes Þorsteinsson sem var með Þjóðólf lengi. Og þessi menn, sko, þeir ef þeim líkaði ekki efni sem þeim að senda, bara byrtu þeir það ekki. Og ég til dæmis veit dæmi þess að sitjandi alþingismenn fengi ekki byrtar eftir sig greinar af því að ritstjórunum líkaði ekki efnið. Og það líka, það kemur svolítið fram þarna, samfélagslega stigveldið sem var í rauninni svo greinilegt. Og það birtist aldrei mikið í efni blaðana. Prentuðu blöðin á þessum tíma eru mjög upptekin af sambandsmálunum við Dani. Og það sambandsmálunum við Dani, bankamál og svona stærri efnahagsmál. Þetta var það sem á þessum tíma að kalla stórpólitík og flestir ritstjórar, þó ekki allir, til dæmis að Valdimar Ásmundsson sem hélt út í Fjallkonunni, að hann skar sig svolítið úr að þessu leyti, að hann var ekki eins upptekinn af stjórnmálunum. Hins vegar þessari tegund pólitíkur, hins vegar ef maður fer í félagsblöðin og sveitablöðin. Félagsblöðin birtu, þau voru ólík, þau birtu þeirra einskorðuðu sig við málefni viðkomandi félags, önnur tóku víðara svið, sveitablöðin tóku yfirleitt svona frekar víðara svið. En það svo augljós efnismunur á þessari tveimur gerðum miðla, prentuðu blöðunum annars vegar og þessum grassrótamiðlum hins vegar. Því að ástæðan kannski fyrir því að þessi grassrótamiðlar voru aðgengilegir fyrir fólk var það að þeir voru sennilega að tala fyrst og fremst efni sem að brann meira á lesendum og tala menntun, tala heilbrigðismál og svo framvegis og félagarstarf líka. Þetta tímabil, það sem að maður getur talað fæðingu þjóðar, það sem að verður til svona þær félagshreyfingar sem að síðan móta samfélagið
Og ég nefndi hérna upp að við að í svona nútímanum að þá getum við orðið svona hálf blind gagnvart þessu. Það er svolítið haldið að okkur sögu að sko sagan ýtist áfram af tækninýjungum eða svo er það náttúrulega höfðingjasagan sem er núna líklega svona brautryðjanda leiðtoga saga ykkur er hérna þessi menn á borðið Elon Musk eða eitthvað fleiri sem að færa okkur söguna. Þessi svona uppbygging samfélagsins út frá virku félagsstarfi almennings. Akkur eru við, ég ætla nú bara að halda það fram, akkur eru við svona svolítið blind gagnvart þessu? Var það enginn sem stundum við sagt að listamenn lifi þeir sem eiga stóran ættbógar sem heldur þeim á lífi? Er það þannig að þessar alþýðuhreyfingar að þær hafa ekki haldið sín eigin sögu á lofti? Já, það er ekki gott að segja. Sko, ég held að það sé enda mjög greift í okkar menningu hafi verið lengi að við viljum fá söguhetjur, hvort sem við erum að horfa á afþreyingarefni eða en frelsisbarátta vinnuhjúana sem að mátti gegna spörn og hafði engin réttindi og börðust til þess að öðlast borgarleg réttindi. Þetta er náttúrulega stærsta hetjusaga Íslandssögunnar. Já, en þetta eru hins vegar kannski ekki þær hetjur sem að hefur verið haldið að okkur og er að nokkru leyti ennþá haldið að okkur. Ég nálgaðist mitt verkefni út frá því sem kallað er gerendahæfni almennings. Það er að segja hversu mikil áhrif almenningu gat haft. Vegna ástæðan fyrir ég valdi þá leið var bæði það kannski að mér fannst að henta þessu efni og líka vegna þess að saga þessa tímabil sem ég var að fjallum og svo sem annara tímabili líka hefur rosalega mikið verið sagað ofan. Þetta hefur verið stóra persónur og leikendur sem voru fyrirferð mikið og sagan aldrei verið sögð í gegnum þessa einstaklinga. Ég var í rauninni að nálgast þetta úr hinni áttinni og reyna að finna gögn og upplýsingar áhrif fólks í samtökum, áhrif fjöldans. Og ég hins vegar við þessa vinnu að þá fékk ég má kannski segja svolítið nýjan skilning á því af hverju stórmennasagan og sagana ofan stofnanasagan svona út frá stjórnvöldum hefur verið svona yfirgnæfandi. Það er kannski bæði vaninn eins og ég nefndi áðan en líka það að það er miklu yfirleitt á mun vísari að róa með heimildir. Það nefnilega kannski er eitt af því sem að var eitt af sem var kannski hver erfiðast fyrir mig að yfirstigi minni rannsókn var gagnaöflun vegna þess að mjög margt hefur farið forgörðum og það sem hefur varðveist til dæmis eins og ég var að nefna þessi blöð áðan þú kannski sérð að það var kannski blað gefið út handskrifa blaði í kannski 3 ár en þú ert kannski bara með 1 eða 2 eintök af því. Kannski þú veist að voru 3 ára því að það er merkt 3. árgangur. Og þannig að þetta er mun fyrirhafnar meiri nálgun. En sem að mér endar gerir það verkum fyrir mig að því ég er svona kannski má segja ákveðins verhaus að það verður þá þeimun meiri gleði líka þegar maður finnur upplýsingarnar. En þetta hins vegar að reyna þessa leið svona er svo sem ég er ekkert að finna upp hjólið með þessu má til dæmis segja Gunnar Heitinn Karlsson þegar hann skrifaði fyrir 45 árum síðan frelsisbaráttu Suður-Þingeyinga að þá var hann að fara þessa sömu leið og ég gerði að nokkru leyti. Hann auðvitað var kannski svolítið undir áhrifum eldri söguritunar, kannski líka ekkit þetta lágunum þetta er 45 ára gamalt verk, en sú bók hans, Frelsisbaráttu Suður-Þingeyinga og Jón á Gautlöndum, er í rauninni, má segja, eina fyrstu tilraununum til þess að nálgast sögurlegt viðfangsefni út frá gerendahæfni almennings. Já, og heila segja söguna frá svona úr augnhæð frá almenningi. Já. Sigurður Gylfi og félagar hafa nú verið að gefa út svona rit sem eru mikið
mörg þeirra frá þessum tíma, svona 1874 og áfram, vegna þess að þá var það miklu algengar að alþýðu fólk væri að skrifa dagbækur og skrifa svona hugrenningar sínar eins og það hefði orðið kveiknu svo hugmynd að það skipti máli, sem náttúrulega ótrúlega stór hugmynd að allt í einu kemur það inn í alþýðu manna að þau skipti máli og hvað þau hugsa og hvað þau vilja, sem náttúrulega frum forseta þess að baráttan sé háð. Já, og líka sko eitt af skilyrðum þess að maður getur í rauninni nálgast sko þangagang almennings á þessum tíma það að sá sami almenningur hafi skilið eftir sig heimildir frá fyrstu hendi. Vegna þess að ef maður fer lengra aftur í tíman þegar að bara hreinlega sko kunnátta í lestri og skrift var ekki orðin eins útbreidd og hún síðar varð og almenningu kannski ekki orðin það félagslega virkur og hann var þó orðin á því tíma sem ég að rannsaka að þá kannski einu skiptin sem þú getur séð nafn manneskju sem var bara rétt og slétt alþýðumanneskja ef að viðkomandi ratar fyrir dóm eða þú getur lesið nafnið hennar í manntali eða einhverjum slíkum opinberum gögnum en koma annars lítið við sögu og skildu kannski ekkit eftir sig. Það kannski að fæðast og deyja. Já. Þannig ekki öðru. Herðu, bindindishreyfingin, hún merkilegt fyrirbrigði sem kannski eitt af því sem að kannski nútíma fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir þessu að því að hún svona dómur sögunar hann eins og það hefur verið eitthvað svona algjör vitleysa, verið mistök verið að berjast fyrir einhverju sem að seinna reyndist vera óþarfið eða eitthvað slíkt, en hún sprettur náttúrulega upp úr einhverju svona raunverulegri þörf til þess að vinna gegn, það var náttúrulega svona brennt vín var að flæða yfir löndin á þessu tíma, þannig að það var núna óbjóðafaraldur og það hefur verið alls konar svona faraldrar, en þarna var raunverulega áfengisfaraldur sem að var að ganga yfir Vesturland sem að gata af sér þessa hreyfingu og það vill svo til að á sama tíma þessar samfélagsbreytingar þannig að það var reyðilega spurningir sko hvort það sé tilviljun að bindindishreyfingin hafi orðið svona vagga annarra hreyfinga eða hvort að það hafi verið eitthvað svona að hún hafi verið eitthvað svona forsenda að það hafi eitthvað verið í bindindishreyfingunni sem að ýtti undir frelsisbaráttu alþýðufólks. Ég held að bindindishreyfingin sé í þessu til ákveðin forsenda. Bæði vegna þess að út af skipulaginu sem ég nefndi áðan sem að í rauninni markvisst þjálfaði fólk upp í að vera þáttakandi út af því að hún breiddi út faðminn gagnvart fjöldanum en ekki bara ákveðnum hópum samfélagsins og Þannig hún var lýðræðisleg í eðli sínu, hún leit alla menn jafna sem var djörf hugmynd á 19. Já, þarna kosið í nefndir og embætti og hún sko uppbyggingin lýðræðisleg og það kannski má segja áhrif frá henni ekki síst sem verður til þess að sko félögin sem að verið að stofna á þeim tíma sem ég rannsakaði hafa sko lýðræðislega uppbyggingu. En það annað líka við bindindishreyfinguna tvennt annað sem ég langar að nefna. Annars vegar það að hún stóð fyrir sko svona siðbótar hún hélt svona ákveðnu siðbótarflaggi á lofti ekki bara í því að reyna að stöðva áfengisneyslu sem var mikið samfélagslegt vandamál á þessum tíma og heldur líka bara því að þáttakendur reyndu bara með fordæmi bæði innan hreyfingar og utan að hafa bætandi áhrif á samfélagið. Hitt svo það að þessi hreyfing og það annað sem ég held að hafi líka gert hana svona áhrifamikla það að hún fór að standa fyrir menningarstarf og skemmtun. Afþreyingar hluti bindindishreyfingarinnar ef svo má kalla var rosalega stór faktor í að draga fólk að henni og maður sér einmitt ekki verður pínu komist að maður sér sko
mjög ákafa bindindismenn sá nokkuð dæmi það á þessum tíma í bréfum vera kvarta yfir því að ef að sé boðað til almenns fundar þá sé mæting yfirleitt lítil en ef að sé lofað að verði ball á eftir þá sé húsfyllir og meira til sem segir manni það að það í rauninni þessi samveru hluti og það að leita ánægju í hópi fólks að hann var opbóðslega þýðinga mikill. Og það getur líka verið valdeflandi að skemmta sér í hópi með jafningum. Já, og ekki að vera bara inn í kirkjunni eða inn í einhverju svona vettvangi annara höfðingjana. Nei, og líka náttúrulega þetta er ekki bara spurningin að snúa sér á dansgólfinu, heldur líka það að það að skemmta sér saman að það byggir líka upp félagsleg tengsl sem að síðan geta nýst á öðrum vettvangi. Já. Og svo náttúrulega eitt sem rétt að bæta við í þessu líka er það að það má alls ekki tala í rauninu þessi félög á þessum tíma sem einhverja svona eyjar ótengdar hvert öðru. Þau tengdust víða mjög mikið og það var víða sem að sama fólkið var virt í fleiri en einu og jafnvel fleiri en 2 félögum. Já, en stofnin sem Einar Greinarinn hugsa út frá var bindindishreyfingin. Já, hún má segja, hún er kannski má segja svona sá akkur sem að fyrst sáð í og síðan breiðist út frá. Já, og dreifði út lýðræði og svona hugmyndum einhverja svona jafnaðarmennsku, að sálinnar væru jafnmerkar, það var ekki stigveldi. Já, kannski má kannski segja það og það meira heldur en áður hafi verið. Já, til dæmis áhugavert í rauninni að spá í tengslum eða samskiptum bindindishreyfingarinnar og kirkjunar á þessum tíma. Því að í rauninni fyrir upprisu og útbreiðslu félagshreyfinganna að þá var víða í íslensku samfélagi sem að við upphaf þess tíma sem að ég var að rannsaka 1874 var fyrst og fremst sveitasamfélag, að þá voru kirkjurnar ekki bara trúarmiðstöðar, þær voru í rauninni líka ákveðnar menningarmiðstöðar, því að þetta var vettvangurinn fyrir fólk til að hittast á. Og fyrst eftir að bindindishreyfingin að koma fram, að þá eru margir kirkjunarmenn sem svona eru með hornin út í hann á tortryggjana. Vegna þess að kannski einfalda þetta nú svolítið það að menn á þeim bæ trúðu því að þú gætir eingöngu fengið sálhjálp fyrir trúna en ekki fyrir að vinna góðverki í einhverju félagi eða berjast fyrir einhverju málstað. Það er bara náð. En síðan gerist það og það kannski má segja sig líka ákveðið mjög áhrifaríkt fyrir bindindishreyfinguna það að kirkjan eiginlega gengur til liðsviðana eða fer að styðja bindindishreyfinguna á síðasta áratug 19. aldar. Því að ég held að þá hafi verið búið að sannfæra marga innan kirkjunar gagnsemi hreyfingarinnar við að berjast gegn löstum og sérstaklega ofdrykkju í samfélaginu. Sem að kirkjunarmönnum var auðvitað umhugað eins og öðrum að vinna bug á. Hrafnkell, samt að fá þig hingað og spjalla. Ég ætla að fá að skipta yfir á næsta dagskrárlið í sönnum sögum og þar kemur þetta kirkja við sögu og þar kemur ekki bindindishreyfingin við sögu því að þetta er blaut helgi sem rigndi mikið og var mikið drukkið. Saltvík 71 eftir augnablik. Já, nú ætlum við að fara rúm 50 ár aftur í tíman yfir á það tímabil sem að stundum er kallað hippatíminn, ég veit ekki hvað er til í því. Það er tímabil þegar var æsku uppreisn á Vesturlöndum og það eru ýmsar svona tákmyndir sem að tengjast í, það er stúdentauppreisnin í París og það eru mótmælin gegn Víetnamstríðinu en það er líka fyrirbrigði eins og Woodstock, tónlistarhátíðin mikla. Og hún átti sér svona
dverg sem bróðir á Íslandi sem er Saltvík 71 og til þess að rifja upp þá hátíð hingað komin Árni Guðmundsson, bassalegari. Já, bassalegari. Í þekktasta, óþekkta bandinu í Íslandi, Gleðisveitinni Blues. Já. Þú ert að skrifa, eða þú ert að fjalla Saltvík 71. Að því ég nefndi þarna Woodstock. Er þetta sanngjarnt samanburður? Já, en samt, þetta er mjög sanngjarnt samanburður. En samt sem áður svona upphæðið er allt öðruvísi, Woodstock eru bara 4 drengir sem allar sér að fundu bara flotta hugmynd að búa til pening og þeim fannst mjög sniðugt að búa til einhverja tónlistáti og allt þetta og ég held að þeir voru ekki droslega mikið í því að pæla einhverja svona samfélagsmál og þeir bara held ég hafi pælt í bara þetta er fýtt peningur og fá góða helgi og eitthvað svona. Gott stuð. Já, en Woodstock verður sem sagt samt sem að það er svona íkon fyrir hippabildinguna sem ég held að hafa alls ekki verið meiningin upphafi. Woodstock var allir einstaklega illa skipulað og svo kom veðri og allt saman Saltvík 71 var svona liður í þó það væri að svona frumkvæði trúbrots á þeim tíma þá var Saltvík var samt sem áður svona einhvers konar keðja af viðburðum. Það var búið að vera til dæmis 1957, það hefði verið hátíð Hvítasunnuhelginni í Hvalfirði og þar fór allt í tóma vitleysu, bændur og búali voru að slökka skógarelda sem að ungmenn höfðu kveikt og þetta er þá þessi kynslóð núna sem er svona 80 plus sem kunni ekki að hefða sér og var að fara í hundana eins og æskan er nú gjarnan að fara. Rockkynnslóðin, allir með briljantín. Og allt þetta þar var algjörlega bara allt í tómri vitleysu. Svo voru Þórsmerkurhátíðir 63 og 65 og þegar ég var að skrifa bókinni minna Saga félagsmiðstöð Reykjavík, þá var svo mikið alls konar efni í kringum þessar hátíðir. Yfirvöld það var rosalega ágjör af því að þetta var og með réttu vegna þess að það eru þetta bara heppni að það var ekki ykkur sem bara reyðlega dóu á þessum hátíðum 63, 65 sem er alveg gengdalust fyllir og yllisa og dóu úr hverju þá bara dóu bara alveg óspúð og óstrykju já bara algjört bara þú veist það eru skýrslur ég reyndar er ekki búin að það er einhverja skýrslur skrifaður það sem ég hef reyndar ekki lesið en svona þegar ég fyrir að lesa á milli línana í það sem menn eru að svona velta fyrir sér eftir hátíðina þá eru menn svona reyna að dempa þetta dálítið niður og það er svona dálítið svona hjúk í þessu og þá kemur þessi hugmynd upp svona fljótlega á þeir sem voru að vinna mennskuna að Reini Karlsson heitinn meðal annars og svo Hinrik Bjarnason að það kemur upp svona hugmyndu það að reyna að ná einhverjum böndum utanum þetta og nota unglingamenninguna til þess að nota unglingamenninguna til þess að ná einhverjum böndum á þessa þróun sem mönnum fannst ekki vera að fara vel og þá ertu komið allt annað sjónarhorn heldur Woodstock en þar kemur til dæmis eins og Saltvík þá kemur það til að trúbrot kemur og ræði við forsvarsmenn Æskulíðs á Reykjavíkur og þeir taka þessu strax bara mjög vel og Hinrik Bjarnason til dæmis sem er mjög merkilegur maður og hefur gert alveg gríðarlega mikið í æskulíðsmálum þó svo hann hafi ekki verið framkvæmdastjóri æskulíðs nema innan áratug og ég hef alltaf sagt það sem sérfræðingur í æskulíðsmála að það var eiginlega dálítið synd að missa Hinrik út úr þessu æskulíðskerfi, hann fór auðvitað í barnaefni í sjónvarpinu og gerði mjög góð hluti og var ákaflega farsæll í sínum verkum og störfum en hann var algjörlega með auga fyrir þessu að þarna er eitthvað sem er í gangi og þarna er eitthvað menning sem er gott að lyfta undir og gera það vel og það er dálítið rótin að Saltvík. Hver er munurinn á þessum, hvað við segja svona drykkjuhátíðum þarna áður þar sem að æskan fer kannski út úr svona reglu hins borgarlega samfélags og það verður svona ólifnaður eins og hefur verið sagt á þenn tíma og þetta er svona þekkt víða það eru borgir oft svona sem að reglan er innan borgarmarkanna og svo er einhver aðra reglu sem eru þar fyrir utan og hátíð og þá hegða fólk sér alltaf öðru sig Woodstock var að sömuliti þannig að þar var þjaka samfélagið þjaka þar mætti fólk og bara klæddi sig úr fötunum og hegðaði sig með allt öðrum hætti heldur en var
í hinnu þrúandi borgarlega samfélagi. Algjörlega, þetta það sem mannfræðingur að segja með svona gildi hátíð að þú færð að sleppa beislum fram að þér úr kerfun sem allt og þröng og svona til, þó að það sé nú ekki mikið vísindi því, ég menntaði semst í Svíþjóð og það nú talað að Svíjar sem fara til Danmörkur að þeir hafi svona ekki eins mikla félagslega hömlur á sér eins og í Svíþjóð. Nei, alveg getur verið pláa í Kaupmannahöfn, já, Svíjarnir. Svo ef þú fer til dæmis bara á þjóðhátíð í Vestmannaeyjum þá er þetta mjög tákgrænt. Þjóðhátíð í Vestmannaeyjum er reynda 2 hátíð, það er auðvitað hátíð þeirra sem búa á eyjunum sem er svona einhvers konar lýðveldishátíð í eyjana, svo er hitt bara fyrir aðra sem koma inn í bara gott partí og þegar þú kemur inn fyrir hliðið að þá sleppur öllum hömlum og hegðaði með þeim hætti sem myndir ekki hegðaðir næstu helgi á saman stað. Þannig, allir byrja að ganga með Mexikana hatt eða eitthvað sem þú myndir aldrei gera á Laugaveginu. Allt saman og þetta er auðvitað örugglega einhver hluti af þessu. En það sem að því að þú segir að Hinrik og félagar að þú vilja lyfta undir æskumenninguna sem eitthvað svona mótvægi við þessu, ég fæ það ekki til að ganga upp. Nei, sko bara til þess að reyna að ná, sko þeir sáu náttúrulega sem var alveg rétt og að því að sko við veitum náttúrulega æskan er alltaf að fara í hundana en fer ekki. Nei. En hún aðhefst eitthvað annað sem að næsta kynslóð undar skilur ekki. Nei. Þess vegna ég líka sagt sko maður að passa sig á því sko þegar maður er unglingur þá er eitthvað fólk sem maður þolir ekki sem er miðaldra þá er maður að passa sig sjálfur að vera ekki þessi leiðilegi miðaldra sem maður þoldi ekki þegar maður sjálfur ungur það er alls konar svona en Hinrik sér þetta alveg og þeir sem eru í kringum hann Reyni Karlsson var inn í þessu líka og fleira gott fólk að ég held að það kom alveg sín sko við verðum einhvern veginn að leysa þetta mál það er ekki hægt að láta eftirlitslausar hátíðir vera en við getum samt ekki sett lok á unglingakúltúrin eins og var gert til dæmis bara því miður mitt eftir bara dæmum þetta hvernig menn brugðust illa við er það að það var oft mikil óregla á skólaböllum í grunnskólum 70-71 á þessu sama ári þá sitja skólastjórar banna á hljónsveitir af því að það var svo mikið læti á skólaböllum. Ég kíkti á nokkru lögregluskýrslur yfir skólaböll og ég sem fagmaður í æskulýðsmálum kíkja á þessa viðburði tökum bara allir með samfélagsviðburðin Löðsöll sem gengur snurulaust ár eftir ár og berum saman við allir með dansleikana. Það sem eru sko óheyrilegur fjöldi fólks, óheyrilegur. 4.000 manns, það er bara hoppandi á dansgólfinu. Algjörlega og þetta gengur allt saman því það er bara ákveðið kerfi kringum þetta. Þarna voru menn með kannski 70, þá voru menn með 500 börn, 13-14 ára, meirum en að drukkin, 2 kennara eða 3 kennara. Og það er til skýrslaðan það í ákveðinu skóla Reykjavík og 2 kennarar á vakt, 500 krakkar, allt fór í vitleysu og þá datt skólastjórinn það í hug að banna skólihúnstir á böllum og þar með talið sýta þá lok yfir mjög góð og æskilega menningu sem til þess að hitthúsi hefur tekið utanum í frábæru starfi sinu með því að vera með músíktilraunir og örv og alla þessa raunverulega góðu menningu sem er í unglinga umhverfinu. Þetta held ég að Hinrik hafi algjörlega haft augun á. Að taka eitthvað sem er skiptir viðkomandi kynslóð miklu máli og hún er að fást við en gera það einhverjum þeim fórsöndu sem er að virðingu bæði við ungmennin og aðra. Þannig að þess vegna var Saltvík rosalega fín hátíð þýleitun til. Já, og þar var svona, dagskráni þetta var Hvítasunnuhelgina, snemma eiginlega vors, það var alltaf komið sumar Hvítasunnuhátíðin það er eiginlega snemma vors bara. Og en það voru messa eða guðsþjónusta á sunnudeginum. Já. Og það hefur örugglega verið sko, það var náttúrulega dálítið samstarf með þetta sko, ég held að kirkjan hafi komið inn í þetta. Og það er náttúrulega, sko, Guðsorð hefur þótt hann náttúrulega svona gott fyrir æskulandsins, örugglega, sko, en hún náttúrulega lendir í sama og Útstokk, Saltvíkurhátíðin, það er afleitt veður. Já, rigning. Það er slægveður, já, rigning. Og það vallast eitt upp fyrir aðeins á sunnudeginum að minnka rigningin aðeins. Já. Þannig að það ringdi linnulust. Og sorglegt vegna þess að sko, dagskrám fóru þetta fram á allt þetta en sorglegt að þetta veður hafa vegna þess að þarna var rjómin af íslenskri popmenningu. Þarna voru frábær bönd að spila og þetta var í raun og veru alveg stórkostleg hátíð því leitum til. Já, þetta er trúbrot til að bara nýbúin að gefa út lifun líklega. Já, náttúra. Og fullt af sko flowers. Já, þjóðlagabönd líka mikið. Já. Og þetta er sko, ef þú tekur bara daskar hún skipulaði, þá er það bara mjög fínt. Það sem skeður var náttúrulega mikill þáttur það er brjála viður.
og ég er nú búin að reyna að nálgast sko veðurspána. Það er gaman að sjá svona bara fá það bara alveg reynd hvernig, en maður sér á myndum að þetta er alveg hræðilegt viður sko. Er þetta Saltvík hérna bara rétt fyrir utan bæinn? Já. Og kannski styttra upp í Saltvík núna heldur var þá. Það gerist með tímanum. Fór fólk þarna og gist í tjöldum eða kom fólk bara eins og það væri sveitaball og fór svo bara heim kvöldið? Sko ég held að það var allavega það sem ég las þetta, það var dálítið það var ákveðið vandamáli því að það var fólk að koma úr borginni, eldra fólk eftir að skemmtstaði lokuðu og þá fer maður líka að hugsa sko ef það hefði verið glampandi sól hvort það hefði orðið dálítið kaos út af því öllu saman, að því raun og veru var ég man nú ekki hvort það var aðgöngugjald, ég held að það hefði verið frítt þarna inn en þetta var í mörgum tilfellum mikil vosbúð því miður en svo kemur það náttúrulega þetta þeir sem koma að og annað slíkt sko en ég er eiginlega alveg viss það sko að sagan raun og veru fer vel með Saltvík með við margar aðrar hátíðir Við höfum alveg fullt að hátíðum sko Verslunarmannahelgi hátíðir og annað slíkt sem eru sko ekkert endilega rosalega vel skipulaðar eða neitt slíkt sko þannig að það sem gerir Saltvík dálítið merkilega er auðvitað þetta þessi menningarlega sjónarhorn í þessu. Það var raunverulegur vilji til þess að ýta undir allt þetta fína og góða í æskulýðsmenningunni. Já, sem var ekkert sjálfsagt á þessum árum. Þú sér til dæmis bara stúdentárinir í Frakklandi og allt þetta. Þetta er átök það að hafa eitthvað að segja í samfélaginu. Getur bara að segja háskóla stúdenta þeir bara búkuðu sig og beigðu fyrir kennurum og þetta var allt saman við ráðum og þeir ráðu ekki neinu. Maður getur líka borið þetta samanlýmis bara við þróun ef maður tekur félagsmiðstöð sem er mínar ær og kýr sko og tekur til dæmis innrastar í félagsmiðstöðum 57 er fólk í gæslu á þessu tímabili kringum 60 og svona 65, 67 þá fyrir samskiptin að vera aukin og svona jafningja grundvelli og svo uppur 80 þá eru menn bara að vinna með það sem kallast unglingalýðræði, það er að segja að þeir sem eru í þjónustunni ráði sem mest hana og það er bara þar eru menn sem yfirleitt nokkrum skrifum sem betur fyrir undan tíðarandunum og það held ég að Saltvík hafi líka verið og þessi umtal sem Saltvík fær eftir á, það var alltaf allt vittlust í öllum blöðum, það var auðvitað alltaf drikja sko, en vosbúð, en það er mest ef maður kíkir á það allt saman, þá er það mest svona kannski fólk 50 plus skilur. Sem er að kvarta? Já, sem að í raun og veru er líka stútvöld á þessu gömlu gildum, það er bara æskan að sitja á rassinum og vera stilt og býða þá til að henni skipa að gera eitt og annað skilur. Þannig að þetta eru þessir heimar sem takast á við. En hún hefur sannarlega fengið mjög óverskulda gagnrýni. En þarna voru átök í milli æskunar og líkara gilda. Þannig voru náttúrulega kannski svolítið áður voru strákar að svona hári og það voru svona önnur viðhorf til kynlífs heldur en áður hefur verið. Önnur viðhorf til vímuefna. Það er líklega stuttu eftir þetta þá er í viðtali við trúbrotum að þeir hafi reykt hass eða ekki. Það er líklega eftir þetta frekar en áður. Það er alveg þetta leyti. Já, ég man það bara ekki. Já. Þessi átök, tengdust þau inn í svona, hvernig við litið á Saltvík? Það var ekki talað um að það væri dóphátíð. Þetta er of snemmt til þess. Já, og líka bara þetta var drykja, sko, það var ekkert leita á fólki, það var alveg eftirslaus, sko. Fíkniefnadómstóllinn er líklega stofnaði bara 71, 72. Sennilega, sko. Já. En svo var náttúrulega voru í Dal, þarna 73, sem var Esklusjó ríkisins. Og það var stundu kallað Hóridal svona í gríni og það var einmitt þá lenda menn líki svakalega vondu veðri. En þegar maður tekur sko maður ber saman með Saltvík og Woodstock sko Woodstock það er allavega mín kenning sko eða svona mín svona mér finnst einhvern veginn líki í loftinu sko að hún er alltaf svo illa skipuleg Woodstock að það eru svona menn sem eiga primetime eins og Richie Havens, þarna Freedom. Hann er látið spila mjög lengi vegna þess að það er listamenn komast ekki á staðinn og það er talið að þar hafi verið milli 400 og 500.000 sko þegar mest var og Jimi Hendrix til dæmis sem að stjarna hátíðina, hann spilar á mánudagsmorgni minni mig og þá er bara 30 manns eftir á svæðinu. Þegar hann spilaði þjóðsöngin? Þegar hann spilaði þjóðsöngin sko og þá er það svona það sem ég held að sko ef maður tekur svo tvær hátíðir og ber þetta alltaf saman eins og söguliljósi
að Woodstock verður að einhverju svona statementi þessar æsku. Þar allt þetta, fólk þarna nægi út alla trissur, það sem sagt brýtur öll boð og bönn þannig sé samfélagsins og ég held að það hafi verið bara táknum það allir í amerísku samfélagi þessum tíma, þá ætla Víetnamstríðið, það alls konar vittlisgangur í samfélaginu sem æskan vill ekki taka þátt í og æskan eiginlega búin að missa dálítið trúna á þeim sem ráði í samfélaginu og það eru þau átök sem endurspeglast. Þessna held ég til dæmis að þessi stórkostlega sem ég tel bara að vera bestu félagsfræðilegu stúdíu á ástandinu auðvitað þjóðsöngur Jimi Hendrix, það sem hann spilar með þeim hætti að hann bjagar hann í allar áttir og hann lýsir bara raun og veru einu á einhverjum 10 mínútna kafla, þá bara hann með alveg fullkomna stúdíu á þessu ástandi sem í samfélaginu. Sín á samfélaginu sem ykkur bara ég bara vittleysa hálfgjör hillingur sko. Já, algjörlega. Þetta eins og allt bjagað bara, já. Algjörlega og þetta náttúrulega, það en við vorum kannski aldrei þar í þessu samfélagi hér, það var meira það sko að ég held allir með íslenskum samfélagi það hefur verið svo brjálagslega þróun frá 1900 að við erum með það er svo mikla breytingar milli kynslu að okkar kynslu, það er þessi gildi sem við lærum sem börn og ungmenni, þau nýtast ekki að hluta til við uppeldi næstu kynsluar og maður sér þetta bara í dag til dæmis með á þessum tímum samfélagsmiðla sko, foreldrar dagsins dag þau eru alltaf erfitt með að sitja sinni hvað unglíkar eru að gera, hvað þá afarnar og ömmunnar eða langafarnir og allt þetta, þannig að þetta er oft þetta samspil milli kynsluða og þessna held ég þetta sé svo mikilvægt sko fyrir við sem erum að vinna í þessum bransa að við verðum einhvern veginn að íta undir allt þetta jákvæða sem ásið þarna stað. Þess vegna er mér frábært að sjá því ég er nú prestinandi bassaleikari í mínum hjástundum eða tómstundum. Þess vegna finnst mér alveg rosalega gaman að sjá til með þessu músíkþrifnir sem sækir bara fer inn í bílskórana, fer inn í hotnin og sækir beinlýst ungtónlista fólk og býðum upp á aðstöðu sem eru algjörlega fullkomnar á besta tónlistkata landsins og fer í þetta virðingu. Hvað fáum við út í því? Við fáum íslenska tónlistamenningu sem er einstök. Sem er ég veit ekki að ég hlusti ekki á þetta öll ár, en þegar ég hlusti á þetta, þá kemur alltaf óvart hvað þetta er fjölbreytilegt. Og bara æðislegt. Við það æfintilegt. Það gæti haldið að það væri bara allir núna í rappi og allir þarna megin, þetta sveiflaðist bara eins og okkur hjörð, en það er bara alls ekki þannig. Út með allt, það er allur pakkinan. Og sérstaklega gaman að sjá sko, hugsaði fyrir unga tónlistamenn sem eru kannski búin að safna sér fyrir einhverju hljóðfærum, einhverju slíka komast til dæmis í Hörpu og leika þar við fullkomna aðstæður og allt þetta. Þannig að það er svo mikilvægt fyrir sko í öllum samfélögum, það er svo óbúinlega mikilvægt að halda utan æskulismenningu og sín sko og vera með sem sagt svona einhvers konar uppbyggilega sín og aðstóð þar. Börnin hafi svona rými. Herðu, þú ert alltaf ungur til þess að hafa verið í Saltvík? Já, því miður. Ég var 12 ára þetta Já. En þú ert alveg upp svona með þetta yfir þér sem svona þessi æskulís uppreisn hippárana. Já. Það er svona ídeal. Já, sko, ég er aðeins ungur til að ég missi bíladæmi líka, sko. Og svona, þannig að ég lendi dálítið á milli. Og en til dæmis sko Einar Már Guðmundsson orðaði þetta svolítið að hans kynslóð hefði komið aðeins og sent í tíma banka og verið hleypt inn í þessa stemmingu. Já, ég hugsa sér svolítið. Ég get alveg tekið undir það sko. En svo er náttúrulega þetta líka gaman að fylgjast með hvernig öll þessi sjálfstæðisbaráttu æskunni kemur út í, þarna kemur hipptímabili sko, og svo fáum við náttúrulega punktímabilið og öll þessi tímabili. Sem er allt önnur eðla sko. Allt önnur eðla sko, en það er samt alltaf einhver statement í þessu. Já, og punkararnir náttúrulega voru svolítið, allavega í Bretlandi voru svolítið svona gegn hippunum. Já. Og fannst þeir hafa svikið, það var ekkert að marka á lengur. Já. Og sömuleyti að þú nefnir svona Woodstock og svona byrtu sem að var þar yfir. Að það er bara, og krafturinn í mótmælinn gegn Víetnamstríðinu. Að svo eiginlega bara skömmu síðar að þá fer svolítið að verða erfiðari þessi barátta. Það er náttúrulega yfirvöld í Bandaríkjunum mæta mótmælindum að bara fáránlegri hörku og Ronald Reagan var nú kosinn forseti Bandaríkjanna fyrir að hafa sem fylkistjóri í Kaliforníu bara sigað þjóðvarleiðin á hippana í San Francisco, bara með ofbeldi. Já. Draumurinn svona opnun hugans með vímuefnum verður erfiðari.
það verður margir tekur þungatoll, síðan ef við fyrir bara á næstu svona hátíðir að þá eru menn myrtir sem nú talið svona að vera svona endalóg kannski hippatímas. Svo líka annar alltaf með sko að hver menning hefur, það er náttúrulega, við erum alltaf með markaðin á kantinu sko og í öllum svona, allir unglingamenningu þá er til og með svo gast alveg verið svona helgarhippi sko, gast alveg verið svona mainstream bara alla vikuna og svo gast verið svona hippadót og það var líka í pönkinu og öllu þessu sem kemur sko, þannig að við erum með alls konar svona öfl utan að koma til öfl sko, en svo er náttúrulega eitt sem vilja beisla æsku upplýstina og græðani. Já, peningarnir bara, þú sér bara hvernig, maður sér í tónlistin sko, það eru sett saman einhver hlusti sem eiga að vinsælar, þú ert alltaf að reyna að herma eftir, það er alltaf gaman að Gestur Guðmundsson, mikill félagi minn og vinur, hann segir sko, þrátt fyrir þetta þá er ekki hægt að sko koma böndum á þetta, þú getur aldrei, en þetta er auðvitað nefntisinn, en svo getur maður líka leitt hugan á því að kannski var það að hippatímabili leistist alltaf upp í Reykj og því miður og það virðist vera þannig sko, þetta kemur svona alltaf kynslu að skipt sko og maður sér það líka sko, það virðist ekki skilabóð virðist ekki koma milli kynslu og maður sér til og með núna hvað er orðið svona svakalega þetta er kallað frjálslynd viðhorf í vímöfnum meðan við vitum alveg sko að því miður var nú margur hippafóringi sem féll ekki fyrir samfélagslegri baráttu heldur var það reykurinn sem fór með fólk kannski og eitthvað svona þannig að það er svona ákveðin atriði í þessu öllu saman sérstaklega líka hvað þetta var all þessi vímuefna mál sem kom upp og svo auðvitað markaðurinn alltaf á kantinum alls staðar í. Já. Kannski er eitthvað að þessu að koma aftur, nú er fólk að sækja meira í hugvíkandi efni og það fylgdi því meiri svona litagleði og sko það var skemmtilegri tími að sumleiti svona utan frá sér það er þessi koksgrái tími sem að við lifum sem allir eru gráklæddir og alla byggingar eru gráar en maður sér til mig samt þess að umræða núna með til mig hugvíkandi efni að þú getur skipt henni tvo parta, það er svona læknisvæðilega pælingar LSD sem einhvers konar líf í geðapparatinu eða að vinna með geðræna sjúkdóma og svo hitt þarna sem er nákvæmlega eins og var, ég man nú ekki augnablikið hvað hétt gæinn sem var alltaf með LSD að einhverjum 69 sko, það er nákvæmlega saman umræða núna. Algjörlega og ef maður hlustar á það sem hann var að tala þá er þetta nákvæmlega saman umræðan, eini munur er það er fólk í drögtum núna sem er að tala um þetta og þetta er sama sko þessi túra sem fólk fer á allt þetta og það sem er að sagan endurtekur sér alltaf og kannski þarf manneskjan alltaf að reka sig á einhvern veginn. En manneskjan stundum lærir hún eitthvað pínulítið og var ekki eitt af því sem að fólk læriði á Saltvík að það er ekki snjallt að vera með hátíðir á Hvítasunni, það er bara ekki komið nógu mikið sömur. Nei, það er eitt sko og svo náttúrulega, svo er talandum ef fyrir minni Saltvík aftur sko, svo er þarna talandum sko peninga sko, þarna var náttúrulega mér skilst að Rúna Júliusson hafi verið mjög óvísall með að poppara langar hríða því hann sagði við fengum cirka andverið 2 herbergi íbúðar yfir helginu. Ég reyndar fann þetta bréf og það er alveg rétt, þetta var kannski núverið, kannski ekki einhver svona 60 milljónir sem 60-70 milljónir sem Trúbót var að fá núverið sko og þá sér maður sko svona þetta fjárhagslega akki hátíðum hvað hann er mikill og maður sé líka á Woodstock sko, þetta er töluvert mikli peningar sem eru greið artistum þar. En það er líka sko þetta, þegar maður kíkir á þetta, þá er þetta rosalega mikilvægt að mínum að sko, og ég veit ekki hvort að það hefur tekið sko en Saltvík var auðvitað fyrst og næst tilraun til þess að halda utan með einhverja þróun sem var ekki góð. Já. Sem slík sko. Já. Og þú heldur hún eldist vel í minningunni? Samt? Ég held hún, eftir að mann kíkja meira á þetta, reyndar fekk sko Hinrik Bjarnason, hann sótt leyfi til að hafa Saltvík 72. Já. Til sýslumannsins í Gullbringu og Kjósasýslu en fekk nei sem ég fannst ekki gott og fannst miður sko, þannig að menn vildu gætnan halda áfram sko en mér finnst bara líkilætri þessu er þetta að samfélagi hverju sinni þarf að skaffa æskun einhverja forsendur sem hægt að draga fram allt þetta í ákveði unglingamenningunni með þeim hætti sem er þá góður og gildur. Árni, takk fyrir að koma hingað og draga okkur til ársins 1971. Ég fæði seinna til þess að koma hingað og ræða félagsmiðstöðunar sem eru merkilegt fyrirbrigði í allavega sögur Reykjavíkur.
Gjarnan, ég gerir það, þakka þér fríkilega. Og við ætlum að fara aðeins aftar í sögunni, við ætlum að fara aftur í þjóðveldið hér eftir augnablik. Já, á 17. júní þá skrifaði Jón Ólafur Ísberg, sagnfræðingur, grein í Heimildina og hann var svolítið agnúast út í svona notkun manna á hugtakinu þjóðveldi og svona pínulítið svona eins og hann væri að finna eitthvað að 17. júní, hann væri þreyttur á þjóðveldsrembingnum sem þarna var og bara rángtúlkun á sögunni. Ég ætla aðeins að ræða við Jón þessa grein og hann er hingað kominn. Já, ég er ósáttur við að menn sé að nota þetta orð þjóðveldi. Já. Menn nota þetta orð þjóðveldi bara tímabilið 930 til 1262 í Íslandssögunni. Það er semst frá þeim tíma sem menn telja að Alþingi hafi verið stofnað og þangað til að menn ganga formlega Noregs konungi og höndum. Þetta er horfna gullöld Íslendinga. Já, akkurat, gullöldin. Þetta er gullöldin. Og menn nota bara orðið þetta tímabili. Orðið þjóðveldi kemur inn í íslensk mál sem þýðing á republic, eða res publica og var notað franska lýðveldi, eins og við kallum franska lýðveldi í dag og Bandaríkin. Og svo fara menn að tala þetta líka í það hefur verið og nota það sko á 19. öld þetta sé þjóðveldi, vegna sem þeir eru ekki með konung. Þjóðin ræður sér sjálf. Já, þjóðveldi, þjóðin velur var ræður. Svo veit ég ekki alveg akkur það gerist en menn hætta að nota þjóðveldi og tala lýðveldi. Það er lýðurinn. Það er lýðveldi, það er lýðurinn sem velur, en svo lýðurinn ræður. Hætta að nota orðið þjóðveldi nema þetta tímabil í sögunni. Og mín skoðun er svo, þegar maður skoðaði þetta kemur fram í rituðum heimildum á 19. öld, að þetta er fyrst og fremst að þjóðernislegum ástæðum. Menn eru þá að vilja fá meira fullveldi frá Dönum og segja hérna er þjóð sem réði sig sjálf, eins og svipað eins og Bandaríkin eða Frakkland og þess vegna nota frekar þjóðveldi heldur en lýðveldið. Kannski ekki við þetta kalla lýðveldi og þetta heldur áfram. Tala þjóðveldið. Svo koma fræðimenn sem benda á þetta er ekkert þjóðveldi eða lýðveldi. Menn er ekkert búin að Íslendingar árið 1100, þeir er ekkert búin að definera sem þjóð eins og menn gerði á 19. öld. Og þeir eru ekkert að pæli því að þó þeir hittist á Alþingi sem eitt þing fyrir þetta sker, þá er það ekki eitthvað löggjafaþing í skilningi dagsins í dag. Þannig að þetta er bara... Hvorki þjóðin eða lýðveldi? Nei, hvorki, en þetta er bara ímyndabarátta á 19. öld sem bara hættir ekki. Þeir bara get ekki hætt að nota þetta og ef maður skoða notkunna, þá er notkunni mikinn á 19. öld og svo fer notkunni orðin þjóðveldi fækkandi, það er maður skoða til með í tímarit.is. Svo aftur... Þegar árangur næst í sjálfstæðisbaráttunni, þeir eru komið fullveldi, þá er ekki þörf á því að vera að flagga þessu. Nei. En svo rísast upp aftur. Já, í kringu 1940 og 50, það þarf að fara landið að vera sjálfstætt, það kemur útlendur hér og þá fara menn að tala þjóðveldið. Og þess vegna er að hampa þessu líka það, eins og nefndir aðan, að þetta hafi verið gullöld, það er allt var fullkomið og gott, þjóðin réði sig sjálf, stjórnaði sig sjálf, ekkert erlend vald og þannig er svona þetta drauma tíma sem allt var svo gott. Þetta er svona saga baráttunar, það er að við áttum gullöld og við mistum hana, en við endur heimtunni, allt var gott, svo mistum við það, nú er allt að vera gott aftur. Já, en það er aldrei allt alveg gott. Nei. Og þess vegna, sko, þegar menn eru fullvaldað, þá var 1918, getur sagt, þá var allt í okkar höndum, þó við höfum kóngin, þá skipta hann sig ekki neinu. Það vantaði reyndar Hæstarétt og auðvitað fóru menn strax íslenska yfirstéttin og sagði, við erum ekki að hafa þessa dansku dómara, við fáum okkur eigin kalla til að sjá þetta. Gerðu það og þeir höfðu allt í höndum sér. En af einhverjum ástæðum vildi menn endilega ganga lengra og mér alltaf fundist það frekar ósmekklegt að gera þetta í miðju stríðinu en
látum það vera, ekki með þetta. Það var nú ekki margir á þínu máli á þeim tíma, Nei. það kosuðum þetta. Já, ég er alveg Þú hefur verið þar í afgerandi minnihluta. Ég hef verið afgerandi minnihluta og Íslendingar áttu fulla rétt á þessu. Menn með ekki gleyma því að 1918 þá er samið öll þessi mál og þá mega menn lýsa yfir sjálfstæði eða menn vilja eftir 25 ára. Það var hægt 1943 og þá allir Íslendingar rjúka til. En þá voru það Bandaríkjamenn sem sagði, herðu, strákar, þú gerir ekki svona, þið býðið. Og menn sagði bara, ég alveg rétt á því, ég get bara gert það sem ég sýnist. Og þeir býðið í 1 ár. Ok, þá heldur menn að væri komið þið fullkomna þjóðveldi aftur, íslenska lýðveldið, en 2 árum setna er samið við Bandaríkjamennum hersetuna, eða hernámið. Og þá þarf að nota þetta aftur, þannig að það var aldrei komið algjörlega. Svo fóru menn í þorskastríð og svo kom EFTA og svo Evrópusambandið, þannig að menn komast aldrei í algjöra sælu í hinu forna þjóðveldi, sko, í nútímanum. En hluta til eru menn að nota þetta orð. Þetta er blekking, því þetta var hvorki þjóðni veldi á þessum tíma. Og þetta er gert þess að þjappa Íslendingum saman það. Gegn erlendu valdi. Já, gegn erlendu valdi og við skulum ekki gleyma því. Erlendri áselni. Já, og getur kallaði hvað sem er, en fyrir mörgum árum síðan, áratugum síðan, benti Björn Þorsteinsson sagnfræðingur á það, að það hefur aldrei farið fram einn stéttagreining í íslenskri sögu. Það eru bara 2 stéttir á Íslandi. Það eru svona við og hinnir, það eru útlendingarnir. Við Íslendingar erum alltaf ein heild sem eru með sameiginlega hagsmuni á móti þeim. Þrællin og höfðingin hann á þjóðveldistímanum. Og við höfum aldrei viljað horfast í augu við þetta. Fyrir svona tíminn liður nú svo rætt alls ekki 40 ár síðan eitthvað svona Gísli Gunnarsson skrifaði doktorsritgerð einangrunarverslunina. Kom út inn í bók Uppboðið Ísaland og hann bendir á það að einangrunarverslunin og íslenska yfirstéttin pössuðu svo vel saman. Þetta er svo flís í rass. Íslenski þjóðurnir sólsesistar í Alþýðubandalaginu voru alveg ferlega svektir út í Gísla. Hann fekk aldrei þessa viðurkenningu vegna þess að menn voru svo ósáttu við þetta, vegna þess að einangrunarverslunin er hið vonda útlendavald og tala um einhver íslenska yfirstéttu höfðingja, þá gerir það ekki. Það er bara við sem eru það, sko. Langavíðin einhver hann. Við erum velkomin á höfðingin. Já, einhvers stað, við finnum, hún getur alltaf fundið prest eða sýslumann og fer eitthvað 200 ára aftur, sko. Því við skulum athuga það að fátækt fólk átti ekki eiga börn. Það fekk ekki að stofna bú nema hafði ákveðin fjárráð og þeir sem ekki höfðu fjárráð áttu þess ekki að stunda kynlíf og eignast börn. Þannig var fólki haldið niðri. Og Guðmundur Hálfdanarson sagnfræðingur hefur bent á það að íslenska sjálfstæðisbaráttan eða fullveldisbaráttan eða hvað sem við viljum kalla hana gekk út á það að koma í veg fyrir evrópskt frelsi. Danskir ráðamenn 1860 eftir að þeir tapa stríðinu við Þjóðverja eru mjög svona líberal og líberalismi í Evrópa þeim tíma, það er prentfrelsi og það er trúfrelsi og það er ferðafrelsi og annað slíkt. Danir vildu innleiða þetta allt á Íslandi. Íslenski ráðamenn vildi það alls ekki. Þannig að þeirra tillögur á alþingi og seinna þeirra fekk löggjafavald var alltaf þess að reyna að koma í veg fyrir þetta. Frelsi til þess að halda áfram að kúa aðra. Já. Þegar Guðmundur skrifaði greinum þetta í Tímarit Máls og menningar sennilega svona 84-5 mann ekki, þá bara kastaði hann sprengju inn í þetta fólk og þetta kreðs sem telur sig eiga þjóðina. Hver eru það? Já, hver eru það? Ég ætla helst ekki nefna nöfn, en ég man eftir því þegar að Guðmundur var að halda fyrirlestur í Norræna húsinu svona 1990. Það var svolítið aðri tímar þá í samfélaginu 1990, múrin að falla og kaupfélaginu á hausnum og allt saman.
og þá var mikið mektar fólk sem var þarna, ég hafði komið svona snemma og var að lesa ykkur blað og þekktir einstaklingur samfélaginu og þá segir einn konan, hann að taka þjóðin af okkur. Já, hann að spilla fyrir okkur, sagði hann. Það var svona þekkt fólk í menningar og stjórnmálulífi sem telur sig eiga þetta og móta þetta. Og ef þú hugsaður út í þetta, þá þetta ekkit stór hópur sem talað við og vil til með hafa áhrif á hverju næsti forseti og ímislegt svona. Sko. Við svona hafa stjórn á sögun okkar. Já, stundum hafa kallað sig lífveldiskynsluðuna eða eitthvað. Ég veit ekki hvað þau kallað sig í dag eða hvernig þetta er svona, hún getur ekki sagt þetta sé félag en þetta er svona hópur sem að þannig að þessi barátta þetta, við höfum aldrei farið og greint okkar sögu. Nei. Sko inn á við. Nei. Og ég ætla ekki að vera að tala við í allan dag eða allt kvöld eða fram morgun sko, en það er bara svo margt sem hefur ekkert breyst. Nei, það er svo í sambandi við þá svona það sem við getum kallað sjálfsmynd þjóðarinnar sem haldið að okkur. Já. Við lítum á það, þess vegna lítum við á okkur sem eina heild. Þess vegna verður allir að vera saman í því. Og við erum þau sem voru kúuð, það var að fara illa með okkur, svo stundum við saman, brjótum á okkur lekkina og komst til betra lífs. Þú skrifar þetta á 17. júní, finnst þér sá dagur vera svona hátíðisdagur þessara hugmyndar? Mér finnst alveg, 17. júní var alveg hundleðilegu sko og mér finnst hann ekki eins og höfða til fólks því að ef þú sér þjóðhátíðardaga annar staðar þá sjá bara normenn þeir fara allir í skrúgöngu og djöflast með einhverja lúðrasveit og guðma við það hvað sko. Það klæði sér náttúrulega í sína þjóðbúninga sem reyndar er ekki sko norsku þjóðbúningur heldur hver bara í frá sínu fylki eða sinni sveit. Já, og hann allavega og þeir eru þróandi nútíma sko. Það er engin með svona tengingu hér nema þjóðdansafélagið eða hvað þetta heitir sko, einhverju 20 mann sko og einhverja hannirakonur. Það er gott mál. Þetta er ekkert sem þú fílar eitthvað. Nei. En málið er að við fengum... Við erum ekki í góðu svona samvistu með sögu okkar. Það verður ekki sagt. Það er erfitt að benda á svona good old times í íslenskri hugmynd. Nei. Við erum ekki, það er ekki svona... Við erum hérna... okkar svona matador til dæmis yrði svolítið öðruvísi held ég. Já, það er þó að það sé átakasaga þá er það samt svona hugmyndum sem að Danir eru að verða til, nútíminn í Danmörku eru að verða til, svo sería. Já. Við gætum gert svona það, en það er náttúrulega eftir hver skrifar og hvernig hún lítur á. Verbúðin var náttúrulega hannig. Verbúðin var mjög góð. Hún var mjög góð og eins og ég er náttúrulega nógu gamall til að þekkja hana tíma. Látum alveg semt í pólitíkin leikja mellir hluta, en hún var mjög góð til að sína lífið. Mjög góð. Mamman alveg eftir hvernig var að vinna svo skeppna og fara á böll og allt saman. Sko. Og átökinn barðunum bjargirnar. Já, þetta gengur náttúrulega mikið út á það. Hérna það var bara að Lúðvík Jósefsson sem var þannig þekktur stjórnmálamaður hérna áratugaskeið, hann sagði alltaf þegar að maður eitthvað að í efnahagslífinu þá við bara veiða mér fisk og þegar að menn töluðu hann væri komið kjötfall hérna rollukjöti, það verður bara að éta meira kjött. Það var ekkert flókið og menn fannst þetta ekkert flókið en það sem hún nefndir á hann, við erum ekkert að fíla 17. júní öðruvísi en það er frídagur. Man getur verið hérna, til þess að hérna Reykjavík út og lagbanir í bæ og látið okráðir einhverju djöfis í strassli og eitthvað. Og það er ekkert sem morgunin koma stjórnmálamenn og halda ræður. Og þeir fara... Það er fálið þar í kring, það er ekki margir sem koma og hlusta og forsætisráðherra að með ræða. Málið var það að ef við ætlum að hugsa einhvern fullveldisdag, þá er það náttúrulega fyrsti DS, því þá var Ísland fullvalda og það var alveg í samningunum að menn geta ákveðið hvað er vilja að gera í framtíðinni. Það gæti enginn stoppa það. Það er svona það sem Íslendingar ná mestum völdum til sín, það er 1918. Já, þá sko, ég man eftir bara svona krakki í skóla, sko, þá var frí og talaði fullveldisdaginn og svona, að þú ert ekki með eina persónu, þú ert ekki með eina hetju, fyrsta DS. Það er ekkert svoleiðis. Dagur hugmynd. Hann er ekkert svoleiðis. Síðan gerist það, og þetta er bara fullveldisdagur, það er náttúrulega kannski óbyrjum tíma yfir árið, sko, fyrst þetta það er ekkert gott að fara í skrúgöngur eða eitthvað sem stóttar í. En það er heldur ekki gott að fara í skrúgöngur á
á sumardaginn fyrsta, Nei. en menn láti sig hafa það. Jæja. Og þetta var alltaf stór hátíðisdagur hjá stúdendum. Útvarpa var beint. meira. Já, var alltaf útvarpa beint og þarna komu drengirnir sem áttu að erfa embættin og heldur ræður og allt voða fínt. Svo gerist það að vinstri menn á veruleita í stundaráði einhvern tímann 1970 og þeir fara að tala um Víetnamstríð og Amerikanar og þessi ógeðslegir og allt mögulegt. Og þá verður bara stjórnmála elítan bara, wow, shit maður, við viljum þetta ekki. Og hætt að taka þátt í hátíðaldunum, dissuðu alveg, drifu sig að gera 17. júní að frídegi, ég held að það var eitthvað 73-4. Pólitískum ástæðum þá. Ja, fyrst og fremst að pólitískum ástæðum og aðtöða það, þá voru allir pólitíski flokkar sammála um þetta, alveg sem hvort það voru hægri til vinstri. Þarna gáttu þeir farið, þeir eru með Jón, kallirembuna af vestan, þeim voru ónýtjungur í Kaupmannahöfn og þeir geta sagt ef að Jón sagði þetta, við segjum þetta og eitthvað svona blásis út og svona tótari sko. Þetta er fullveldisdagurinn að hátíðisdagur Íslendinga, hann var tekinn, honum var rænt að stjórnmálafórustinn og gert að sérstökum degi fyrir þá. Og 17. júní er þá dagur Jón Sigurðssonar og þeirra sem að gera tilkall til þess að vera arftakar hans í nútímanum sem er stjórnmálastéttin. Já, það er ekkert flóknað, þetta er ekkert flókið. En má ég stinga upp á 9. þjóðtíðardegi. Já. Það er sumardagurinn fyrsti. Akkurri? Sumardagurinn fyrsti sýnir þess að ótrúlega bjartsýn þessara þjóðar. Já, akkurat, hann sýnir bjartsýn þessara þjóðar við sem að sé komið sumar og 8 kemur ekki sumar, hann kemur ekkert sumar. Hann er eftir gamla tímatalinu, hann er ekkert alltaf alveg á sama degi, sko, hann sé alltaf á 5. degi og hann er ekki háður neinum, hann er ekki háður kirkjunni og hann er ekki háður stjórnvöldum. Og sumardagurinn fyrst er náttúrulega bara dagur náttúrunnar, umhverfisins. Þannig að þetta er eitthvað sem ég held að allir getur tengt við. Já, það ætlum að gera meira hann. En þú ert að segja það að þjóðin þurfi sinn dag vegna þess að stjórnvöld séu ekki endilega svona endurspegli vilja þjóðarinnar. Einhver hefði myndið segja það að ég meina ég hef ekki að fagna stjórnvöldum, það er það sem að þau stjórnvöld sem að þjóðin velur. Jú, það má vel vera. Sér gott að fagna þeim og klappa bakið og segja eins og núna, já, Katrín mæltist vel fyrir þetta á fínt, já, hún kemur vel fyrir og er í fínni drakt og hvað má vita hvað. Allt í lagi. Það er fínt að hafa svona dagar. Sérstaklega að vera frídagar. Það er enginn þetta móti frítugum. Ef maður er borgað. Það er fínt, sko. En mér finnst bara og hef fundist það lengi að fólk sé ekki að tengja einhvern veginn við þennan 17. júní. Það er einhverjir að gera það, sko. Og við sjáum náttúrulega líka, sko, má ekki gleyma því, það var landsleikur 17. júní og ef einhver staðar er þjóðremba og þá að ég við þjóðremba, ekki ykkur þjóðrækni, þá er það kringum fótboltalandslið. Guðminn, almáttugur. En það voru nú ekki vel svo leikur. Nei, þeir fóðu með skít og skömm, en þeir eru með, já, þó hann hafi ekki spilað, þá voru menn með þarna gáði sí með menn á sínum snærum sem eiga ekki að vera þarna. Veit ekki hvað má segja í þessum málum minn. En þetta varandi söguna og sjálfsmynd þjóðarinnar, finnst þér að við mættum gera meira í því að reyna að svona styrkja sögurskilning okkar og kannski svona, já, að styrkja sjálfsmynd okkar hvað það er eiginlega að vera að búa hérna? Það má vafalegt gera það, en Því að sömuleyti finnst manni sko sagan sem er haldið að okkur í þannig ekki svona í þessum ræðum og þetta svona er svolítið eiginlega óbreytt saga sem þú ætti að lýsa áðan sem er eiginlega saga sem að tilheyrir sjálfstæðisbaráttunni fyrir bráðum meirinn öld sko. Já, ég er alveg sammálega þessu og ef við ætlum að halda meira söguna þá voru allir að geta fundið sinn stað í sögunni. Allir. Alveg sama í hvaða stéttir eru eða voru. Kallar og konur og allir. Ég held að bara sko stór hluti af fólki og sérstaklega almenningi, það getur aldrei, ég skil ekki hvernig það getur náð einhverju tengingu við þessa sögu, því hún er ekkert fólk. Hún er höfðingjasaga. Þetta er höfðingjasaga, þetta er kallasaga og höfðingjasaga. En menn eru búin að búa til einhvern svona ímynd til með þetta að blessa þjóðveldi
og sé þessi órofin þráður sko alveg aftur í, þeir vorum víkingar sko og við erum náttúrulega með þetta germanska DNA í okkur og allt það og tungumálið óbreytt og það nú eitt sem kemur inn á þetta þjóðernismál, það þessi málfarsfasismi sem að ríkir hér að allir eiga að tala eins og þú ert óverður ef þú kannt ekki afturbega sagnir í endafalli eða hvað þetta heitir sko. Með eilíðin hreim, þú þarft eiginlega að nærðu sig ekki með þriðju kynslóð, þannig að sá sem að flytur til Íslands, hann verður aldrei hluti af samfélaginu vegna þess að það, sá sem lærir íslensku fullorðsárum, hann losnar aldrei við reimin. Nei, og það ýmislegt í þessu. Get sagt en dæmi að dóttir mín hefur oft verið að grípa það að vera svona stuðniskennari hjá Rauðakrossinum, með krakka. Hún sagði mér þetta fyrir nokkrum mánuðum síðan, þá var strákur sem kom frá Sýrlandi, flóttamaður, og kom alltaf til hennar til þess að fá svona auka stuðning. Það er rosalega flottur strákur og duglegur og laðið mikið á sig. Og hann er að klára 10. bekkin og hann tala mjög góð íslensku sagði. En hann þarf að fara í próf í orðflokka greiningu. Til hvers í fjandanum? Og það er ekki að vera að opna leið fyrir fólk hvort sem að kemur hingað erlendur svo þeir með styttri reynsli og tala, það er ekki vera að koma til móts við hina sem ekkert sérstaklega góður á bókina og menn eru búin að búa til þessa mynd af þjóðinni, hún var alltaf læs og skrifandi, var að yrkja rímur og lesa íslendingasögur og bla 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 bla. Þetta er ekkert saga mennlegt fólk. En þetta er ekki saga heldur nútíman, ég held að kannski, ég veit ekki hvað þú ert gaman en að ég meðist ég svona verið að síðasta kynslóðin sem að trúðu því að maður þyrfti að lesa Íslendingasögurnar og Laxness til þess að geta verið, bara fengið að taka þátt í almennu umræðu. Ég held að yngra fólk í dag upplifir það bara alls ekki. Nei, það upplifir alls ekki, það er ennþá verið að neyða menn til að lesa Laxness til dæmis og heimta það að þau kunni skila, það var nú athyglisvert að þegar Laxness dó og þá var talað við ýmsa verka menn og konur og spurt áhrif Laxness og allir bara tók nema náttúrulega hann Guðbergur þegar að spurt hvað þýðingu Laxness hefði á hann ekki neitt þá vildur ekki tala meira við Guðberg en þetta er bara allt annar veruleiki núna heldur en eins og segir við okkar kynslóð og mér finnst að það er ekkert vera að koma til móts við það og ég held að ungt fólk í dag mun ekkert ná þessari tengingu því það er verið að berja einhverja tengingu sko. Það er alltaf að vera þjóðlegur, það er fínt að vera þjóðlegur og gaman á lopabeysum og kæra þau og finnst landi fallegt og þykir vænt og allt það. Og söguna, fólk getur ekki vænt baráttusögu fólks sem byggði hér upp verkalýðshreyfingu og náði að hafa áhrif á mótun samfélagsins, þvert gegn valdi peningana. Já, menn að hafa áhuga á sögu, menn að hafa áhuga líka sögu síns fólk þegar fólk hefur áhuga til þess á ættfræði, bara til þess að skoða, hvar var amma og hvar var langamma, hvað voru það að gera, hvernig gekk þetta fyrir sig og hitt og þetta. Það fer bara svona í sitt nær umhverf og nærsög til að skoða svona hluti. Hvernig gekk til dæmis að fá húsnæði. Og hræðilega sögur húsnæðismálum í Reykjavík. Já, eiginlega bara síðustu 150 ár sko. Og verðist ekki sjá fyrir endan á því. En menn finna sér svona tengingu. En við höfum, að mínum að því, fyrir löngu síðan, og skiljanlegt á 19. öld, farið yfir strikið og staðins að vera þjóðleg og þykja væntilandi og allt það hafa gaman að þessu, þá höfum verið miklu meira þjóðernisleg. Talið okkur betri og hæfari og búið til einhverja glæstasögu sem megin þorri almennings tengir ekki við. Þjóðrembis sögu höfðingasögunar sem á sáralítið erindi til venjulegs fólks. Akkurat. Herðu, Jón Ólafur, takk fyrir að koma hingað. Já, takk fyrir. Þetta er lokin að Sönnum sögum í kvöld. Við verðum með nýjan þátt af Sönnum sögum eftir viku. Takk fyrir kvöld.